Rúnalist hefur starfað frá 1999 og er staðsett í Skagafirðinum. Þau bjóða viðskiptavinum upp á heimsóknir til að kynnast og klappa íslenskum húsdýrum, þar á meðal geitur, kindur, hunda og ketti, en það sem sérhæfir Rúnalist er galleríið þeirra. Rúnalist leggur mikla áherslu á að minnka sóun hráefna með því að nýta afganga til þess að búa til listaverk. Til dæmis nýtir Rúnalist roð í handverk og gestabækur sem eru til sölu í galleríinu. Þetta dregur bæði úr úrgangi og eykur verðmæti afurðina. Rúnalist býður einnig upp á matvörur sem eru seldar í gegnum kjötpakka eða sérpantanir. Rúnalist er lítið fjölskylduríki fyrirtæki og er staðsett í sveitinni og rekið af henni Sigrúnu. Hún er sem sagt ein með fyrirtækið. Fyrirtækið framleiðir og selur matvæli og handverk úr hráefnum af bílnum sjálfu, þar meðal geitakjöt, ull og roð. Auk þess tekur Rúnalist á móti ferðamönnum og býður upp á upplifun, fræðslu og smakk. Markaðssetning fer á mestu hluti fram í gegnum samfélagsmiðla og heimasíðu fyrirtækisins, en einnig með beinni sölu af bílunni. Einnig vinnur Rúnalist náið með öðrum ferðaþjónustum aðalum á svæðinu til að styrkja starfsemina sína og auka sýnileika. Eigandinn á Rúnalist heitir Sigrún og hún kom inn á það í viðtalinu við okkur að hennar fyrirtæki verður með svona óskráða sjálfbærnistefnu þar sem hún er aðalega að reka þetta fyrirtæki ein en fjölskyldan hjálpar henni mikið. Hún kom meðal annars inn á hluti eins og hvernig hún hámarkar nýtingu allra afurða og allir afurðir nýttir eins vel og kostur er. Hún dregur úr sóun og eykur verðmætasköpun þannig á öllum afurðum. Einnig sá hún okkur frá endurvinnslu og hringrásarkerfinu hjá þeim og bent okkur á að eins og ull og roð og bein og fiða eru unnin í nytjahluti og listaverk og er öflug áhersla á að nýta hráefni og endurvinna allan úrgang sem að gefst tækifæri á. Einnig sá hún frá samstarfi við aðra framleiðendur. Hún talaði samvinnu við nálæga bændur og aðra smáframleiðendur einnig til að auka fjölbreytni og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Þannig umhverfisáhrifin og mælingana hjá hún. Hún sagði okkur frá að það væri lítið kolefnaspor vegna takmarkaðra vélanotkun og svona óformleg vöktun einnig á úrgangi og sorpmagni en líka mjög meðvituð lágmörkun sóunar hjá sér. Rúnalist í dag rekið sem eins manns fyrirtæki, þar sem Sigrún sér allt frá framleiðslu og hönnun til sölustarfs, markaðssetningar og móttöku gesta. Það skapar mikla pressu og gerir það erfitt að fylgja öllum hugmyndum eftir, þó þær séu margar og metnaðarfullar. Það er líka áskorun að fá starfsfólk tímabundið. Á landsbyggðinni er fátt fólk og launakostnaður hár, sem gerir það erfitt að ráða til aðstoðar sérstaklega yfir álagstímabil. Markaðssetning og sýnileiki eru líka atriði sem vill bæta. Vefverslun er enn í vinnslu og það mætti gera meira til að ná bæði til heimafólks og ferðamanna. Síðast en ekki síst er eftirspurnin mjög sveiflukennd. Stundum bara 2, stundum engin. Þessi ófyrirsjáanleiki gerir skipulag og nýtingu tíma og fjármuna að stöðugri áskorun. Sjálfbærni er kjarninn í framtíðarsýn Rúnalistar. Sigrún, eigandi fyrirtækisins, leggur mikla áherslu á að nýta allar afurðir frá bílinu, frá kjöti og ull til beina og róðs, þannig að ekkert fari til spillis. Hún vill einnig efla sýnileika fyrirtækisins, sérstaklega gagnvart ferðamönnum og opna vefverslun þar sem vörurnar verða aðgengilega fyrir fleiri. Samstarf við aðra framleiðendur skiptir líka miklu máli og Sigrún sér tækifæri í því að byggja upp öflugt samfélag smáframleiðenda. Að lokum stefnir hún á að bæta úrgangsstjórnun, nýta pappír betur og skoða möguleika á kolefnisjöfnun, allt í átt að vistvænum rekstri. Rúnalist er fullkomið dæmi sem sýnir fram á það að sjálfbærni þarf ekki að vera eitthvað sem að einungis stór fyrirtæki geta stundað. Sjálfbærni er möguleg í öllum rekstri svo lengi sem að viljinn og hugsunin er til staðar.